Já, þá segi ég bæjarstjórnarfund númer 174 í sveitarfélaginu Vogum settan. Fyrir fundinum eru 6 mál og fyrsta mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs sveitarfélagsins Voga númer 317 og orðið laust. Eitthvað sem taka til máls. Já, Jón Geir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Aldrei eins og vant þá ætla ég að taka til máls hérna. Ég ætla að ræða hérna þennan ágæta lið 1.8 í þessari fundargerð. Eins og hérna þið sáuð þá var ég dálítið undrandi með hvernig með þetta var farið og ég fór nú svona að hugsa meira þetta eftir að ég kom heim og á milli funda. Það sem ég óska eftir að gera hér, ég ætla að gera dálítið bókun sem ég sendi hérna, búin að senda Ásgeiri þetta mál. Og ég ætla að lesa hana fyrir ykkur núna. Og hún hljóðar svo. Bæjarfulltrúi L-listans óska eftir eftirmyndri bóka við þennan lið. Það er samt 1.8. Hafnargata 101 uppbygging og þróun. Á fundi bæjarráðs númer 317 ákváðu bæjarráðsmenn sveitarfélagsins Voga samhljóða að skipa sig í 3 manna starfshóp málefni Hafnargötu 101 framtíðarskipan. Þessi skipan starfshópsins með ólíkindum, þar sem fyrir eru 2 nefndir á vegum sveitarfélagsins sem hægt hefði verið að vísa þessu máli til úrvinnslu. Skipulagsnefnd og stýrihópur endurskoðun aðalskipulags Voga. Hver tilgangurinn með að taka þetta mál sérstaklega út úr í umfjöllun bæjarráðs óljós. Til dæmis var þessi fundur bæjarráðs aðeins 45 mínútur og hefði því alveg átt að gefast tími til að ræða framtíðarskipulag Hafnargötu 101 nánar á fundinum ef vilji hefði verið til og vísa því síðan í réttan farveg frekar en aðalfulltrúar bæjarráðs skipi sjálfan sig í starfshópi málið. Víst að nægu var tíminn og vel greitt fyrir. L-listinn vill ítreka það að hafa þannig huga þegar farið í framtíðarskipulag að þetta ekki bara hús, heldur byggði sveitarfélagi Vogar að stórum hluta utanum byggingu og þá starfsemi sem fóru fram í þessu húsi og bera sína því að það á skilið. Ég held ég þurfi ekkert að segja mikið meira þetta, en þetta óska ég eftir að verði hérna bóka við þennan lið frá mér. Takk. Já, takk fyrir það, Jón Geir. Orðið ennþá laust. Áshildur, gjörðu svo vel. Já, góði fundarmenn, forseti. Mig langar bara aðeins að bregðast við þessari bókun Jón Geirs þennan lið. Já, vissulega hér 2 nefndir, skipulagsnefnd og endurskoðun aðalskipulagsins. En ég bara get fullviss að bæjarfulltrúa Jón Geir það að þessi tillaga var tekin í fullu samráði við formann þessara 2 nefnda sem ég sjálf og einfaldlega bara til þess að halda málinu vakandi, til þess að vinna ákveðna undirbúningsvinnu þannig að hægt sé að taka þessi mál upp í skipulagsnefnd sem skipulagsmál. Skipulagsvaldið eða ábyrgðin á því að vinna útfærslu af skipulaginu ekki tekin af skipulagsnefnd og svo með svo staðfest í bæjarstjórn. En það mikið að gera í báðum þessum nefndum. Við fjöllum hér seinna fundargerð skipulagsnefndar og það mikið álag á þeirri nefnd. Og það gríðarlega mörg mál líka sem verið að taka fyrir í endurskoðun. Þannig að hér einfaldlega verið að fá fleiri að borðinu og fá menn til þess að kannski vinna ákveðna undirbúningsvinnu sem ég tel sér bara gott og bara okkur öllum til farsældar. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Áshildur. Ég veit ekki verið meira sammálaðir. Bergur, þú beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Mér finnst þetta mjög sérkennileg, virðulegur forseti, bókun hjá virðulegum bæjarfulltrúa Jón Geir Hjörvari, en gott og vel. Honum á náttúrulega vera fullkunnugt aðdraganda málsins, að þetta var nú rætt á þessum 41 mínútna langa fundi sem vel var greitt fyrir. Við
þurfum að taka okkur ákvörðun hvað á að gera við þetta hús, á að endurbyggja það, á að verða einhvers konar safn á það, á með einhverjum hætti að fá einhverju til þess að koma að því og annað, og það er nokkuð morgunljóst að þetta kallar á fjárútlát sem engin nefnd nema bæjarráð eða afsprengi hennar hefur heimild til þess að sýsla með. Þannig að þá er kannski betra að hafa þetta bara nálægt fjárveitingavaldinu til þess að boðleiðir séu stuttar og hlutirnir séu frekar einfaldir. Við erum til dæmis búin að fá mjög flott bréf frá íbúa í sveitarfélaginu og ég held að þið séu öll búin að sjá það bréf um sögu hússins og annað og það náttúrulega per inn í hugmyndavinnuna. Hvað verður gert? Verður þetta rifið og byggt eitthvað nýtt? Verður einhvern veginn byggt eitthvað í kringum söguna sem sterk hérna eins og Jóngeir kom inn á? Það verður við bara að sjá, en Jóngeiri má vera fulljóst og var það fulljóst af því að hann hlustaði okkur tala um það, að þetta kostar ákveðin fjárútlát og fjárveitingarheimildir liggur hjá bæjarráði og þess vegna var nú þessi leið farin. Jóngeir veit það líka að það var ákveðið að hafa þetta 3 manna nefnd. Við hefðum að geta gert eins og öðrum nefndu skilur bara kastað upp á hvaða minnihlutaflokkur ætti að fá að vera með en þetta ákvað bæjarráðið að gera og ég bara hlakka til að taka stað við þessu vinnu og sjá hver vil vera með og hvað á að gera og hvernig við ætlum að gera það. Takk fyrir það, Bergur. Nú, ekki fleiri sem vilja taka til máls. Þá ætla ég að leggja þessa fundargerð til samþykktar með áorðnum breytingum og bókun bæjarfulltrúa Jóngeirs. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð vinst að skeiða merki og hún samþykkt samhljóða. Og það annar mál á dagskrá sem fundargerð bæjarráðs einnig, fundargerð nr. 318 og orðið laust. Björn, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, Björn, þú ert á mute, þannig að það er kannski betra að taka mute. Ég ætla að bera niður í máli 7.2 sem varðar framkvæmdir og þar ætla ég að fara inn í ljósleiðaramáli sem ég setti bókum við á þessum fundi. Ásgeir skilaði þarna ágætis greinargerð málið fyrir þennan bæjarráðsfund og mér sýnist nú vera nokkuð sýnt að erfitt verður að ganga á einhverja til þess að fá eitthvað af þeim fjármunum tilbaka sem fóru í þetta verkefni sem urðu náttúrulega mikið meira en lagt upp með, þó einhver smá séns sé kannski að ganga á mílu. Ég veit ekki hvernig það fer. En ég setti á þessum bæjarráðsfundi og á þessum fundi hér ætla ég að leggja til að D-listan af þeim fundi verði lögð fram hér og ég vona að allir bæjarfulltrúar geti tekið undir hana því ég tel gríðarlega mikilvægt að þessar verklagsreglur verði unnar svo lendum ekki þessum ógangum og fjárútlátum sem þetta verkefni kostaði okkur og getum þá allavega dregið þann lærdóm af þessu sem þessi greinargerð sýnir okkur. Og að því sögðu þá legg ég bara þessa tillögu til fyrir fundinn og vona innilega að hún hljóti í brautargengi. Það hljóti allir að vilja að við lendum ekki í þessu aftur og þessar verklagsreglur verði unnar. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Björn. Jóngeir, gjörðu svo vel. Já, geti forseti og bæjarfulltrúar. Ég nú með svolítið svona öðruvísi bókun þetta mál sem ég búin að senda bæjarstjóra sem ritari fundarins og ég skal lesa hana fyrir ykkur hér og nú og hún hljóðar svo. Skýrsla bæjarstjóra sem lagði fram á fundinum áfellisdómur yfir stjórnsýsluna yfir þessari framkvæmd. Hún staðfestir að kostnaður við lagningu ljósleiðara á Vatnshlíðarströnd var mikið kostnaðarsamari en upphaflega var áætlað. Upphafleg kostnaðaráætlun krónu 36.897.500 var algjörlega óraunhæf þegar upp var staðið. En lokakostnaðurinn var, samkvæmt skýrslunni, 79.444.748 krónur. Bæjarstjóri segir í skýrslu sinni að verkið hafi verið boðið út tvívegis og ekki hafi borist tilboð. Hafi þá verið ákveðið að leita til Þjóðtanda ehf. Sem hafi unnið samskonar verk fyrir Grindavík á vegum Mílu árið áður
og samið þá sömu einingaverð, einnig kom Míla gerð kostnaðaráætlunar fyrir verkið. Kostnaður við verkið fór greinilega upp úr öllu valdi eftirlitlaust og samræmist engan veginn þeirri ábyrgu fjármálastjórn sem meirihlutinn státa sér af. Til að mynda voru ekki haldnir verkfundi milli verktaka og verkkaupa til að fylgjast með. Og ellisti vill að málið verði tekið til rannsóknar á óháðum aðilum og krufið til mergjar. Og þá ég með þetta ákveðna viðbót við þetta sem til þess að styðja það. Að í fyrsta lagi finnast engin gögn að verkið hafi verið boðið út, þrátt fyrir að tekið sér fram í skýrslu bæjarstjóra að það hafi verið gert. Í öðru lagi virðist eingöngu hafi verið stuðst við gögn frá Mílu sem samkvæmt öllu stóðust ekki. Í þriðja lagi sem verst að ekkert eftirlit virðist hafa verið viðhaft á sveitarfélaginu með verkinu. Og það ekki ásættanlegt sökum þess aukna kostnaðar sem varð á verkinu. Og okkur finnst, í ellistanum, að einhver verði að taka ábyrgð á þessum mistökum. Þannig hljóðar þetta. Takk fyrir að sinni. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Bergur, þú beðið orðið. Já, virðulegi forseti, takk fyrir það. Ég ætla nú fyrst að segja varðandi verklagsreglur verklega framkvæmdir eða útboð og allt þetta sko. Við erum náttúrulega að starfa bara í umhverfi sem íbundið í lög og reglur. Það eru útboðsferðlar sem það þarf að fara í gegnum þegar komnir upphæðir og annað og eins dapurt og mér þykir þetta ljósleiðara mál vera frá A til Ö, mér finnst það bara mjög dapurt. Þá held ég að við þurfum ekkert að fara að búa til einhverja regluverk í kringum það sem við erum búin að vera að gera núna í áratugi bara með þokkalegum árangri. Ég held nú að því að bæjarfulltrúi Jón Geir kom inn á ábyrga fjármálastjórn. Við erum núna í mjög skrýtnum tímum, þetta nú gengið ágætlega hjá okkur undanfarin ár. Ég held að á síðustu 10 árum að þá höfum við verið réttum megin við nullið 8 eða 9 sinnum. Þannig að ég held að við þurfum ekkert að fara að búa til einhverjar verklagsreglur. Ég held að þessi bara ekkert þörf á því að bæta í flóru reglugerða hjá sveitarfélaginu. Þar hefði hún afstöðu mína varðandi það. Varðandi það sem Jón Geir Hjörvar Hlynarson, virðulegur bæjarfulltrúi, sagði að jú, þetta dapurt aftur, ég segi það. Sjálfstæð, óháð rannsókn, ég bara varpa spurningunni þrábenda kólakolis til þín, Jón Geir. Telur þú að eitthvað saknæmt hafi átt sér staði í þessu öllu saman? Rengir þú skýrslu bæjarstjóra það sem þarna gerðist? Hvað það sem að þú vilt að óháður úttekt rannsaki? Hvað það nákvæmlega sem þú vilt leiða fram? Ég ætla algjörlega bara að vera sammálaðir, virðulegur bæjarfulltrúi, að þetta sko með því daprasta sem hefur sést í stjórnsýslu held í sveitarfélaginu Vogum. Það hvernig framvinda þessa verks var og á hvaða tímapunkti bæjarráð var upplýst kostnaðinn sem var á það fallin, en manstu hvað gerist þá, og hann var stoppað. Það er sjálfsagt einhver annar þessum fundi sem getur svara meira fyrir útboð og annað, en ég man ekki betur en það hafi nú verið farið í útboð. Meira svo sem segi ég ekki á þessu bili, en ég hefði gjarna vilja fá svör frá virðulegum bæjarfulltrúa Jón Geiri. Hvað það nákvæmlega sem hann vill rannsaka? Trúir hann ekki skýrslu bæjarstjóra? Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bergur, Jón Geir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það vill þannig til að ég gróf upp hér úr fundagerð 273. fundar bæjarráðs verklega framkvæmdir frá 18. mars 2019 lagningu ljósleiðara á Vatnsleysuströnd. Þar segir: sá möguleiki hefur verið ræddur að bjóða út lagningu ljósleiðara á Vatnsleysuströnd en fyrirhugaður að fara í það framkvæmdir með vorin. Verkefni unnið í samstarfi Mílu og sveitarfélagsins en til þess fæst meðal annars styrkur frá fjarskiptasjóði. Sams konar verk var boðið út tvívegis hjá Grindavíkurbæ árið 2018. Í báðum tilvikum fékkst einungis 1 tilboð frá sama aðilanum. Ákveðið var að ganga til samninga við bjóðandann á grundvelli tilboðsins og þeirra einingaverða sem komu fram í síðara tilboðinu. Ráðleggingar Mílu til sveitarfélagsins að semja við þann verktaka sem býðst til að ráðast í verki á þeim einingaverðum sem samið var í Grindavík.
forsvarsmanna Mílu ólíklegt að fleiri bjóði í verkið þar sem það senn sérhæft og ekki margir aðilar sem eiga það tækjabúnað sem nauðsynlega að leggja strenginn. Á það jafnframt minnt einungis lagningu heimtögar að ræða þessum stoppstrengunum þegar til staðar en hann í eigu Mílu. Þarna kemur fram að það var ekki boðið út samkvæmt þessu. Þannig að það bara því miður ekki rétt í skýrslunni sjálfri sem við fengum minnisblaðið daginn að það hafi verið boðið út tvívegis, því það var boðið út tvívegis hjá Grindavík. En við gengum inn í þarna ákveðna tölur. Þannig að það reyndi aldrei á það hvort að einhverju aðri myndi bjóða í þetta. Nú það náttúrulega kannski spurning hvort að það hefði verið þannig, en það var reyndi ekkert á það. Nú, það má kannski segja að við viljum náttúrulega kannski bara þetta sé skoða svona aðeins utanfrá. Þannig að auðvitað þessi skýrsla, hún náttúrulega hryggjarstykki í því sem að við myndum skoða og sá aðrir sem myndum skoða. Ég veit ekki verið að nú þetta náttúrulega greiðslur bæði á árinu í fyrra og árinu í ár. Þetta mismunurinn sem að vantar hann upp og hann nemur nú eiginlega hallanum sem var í fyrra, bara svo við horfum á það, og sem var náttúrulega bara mjög sorglegt. En það getur vel verið að þetta kom einhvers staðar bara, ég veit að það verður ekkert fengið kannski neitt til þess að gera þetta óháður aðili, en óháður aðili í þessu dæmi gæti verið endurskoðun sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Ásmundur, þú beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, að vissu leyti ég skil alveg hvað Björn að fara með þessum verklagsreglum, en velti líka fyrir mér hvort að það sé ekki vandasamt að búa til einhverja reglur sem að ná yfir almennt yfir allar framkvæmdir og hvernig eftirliti á að vera háttað í öllum framkvæmdum. Hvort að þetta sé ekki bara eitthvað sem að við öll þurfum að gæta að þegar við leggjum að stað í framkvæmdir að þá gerum við okkur áætlun hverja framkvæmd fyrir sig í hvert skipti og fylgjum því svo vel eftir, staðan fyrir að vera að setja almennt því að verkin, bæði stór og smá, geta verið svo ofboðslega ólík að ég velti fyrir mig bara hvort að slíkar reglur gætu flækst fyrir okkur frekar heldur en að ná fram því aðhaldi sem að ég skil vel að Björn að ræða Já, ég gef ekki mikið fyrir þessi svör bæjarfulltrúa Jón Geir og mér fannst nú hann ekki svara mikilvægustu spurningunni sem að félagi minn setti fram og það einfaldlega svo spurning, Jón Geir, treystir þú ekki bæjarstjóra? Og mér finnst mjög mikilvægt vegna alvarleika þessarar bókunar að þú svari því fyrir hönd öllistans hvort að þið treysti bæjarstjóranum eða ekki. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Ásmundur. Björn, næstur, við orðið, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að bregðast aðeins við. Leitt að Bergur og Áseldur geta ekki stutt þessa tillögu mína með það að farið verði í eftirlit með þeim framkvæmdum sem ég fara fram. Ég tel þetta algjörlega blánausveit að sé til eitthvað því að það sem framkemur þó í þessari greinargerð frá Ásgeiri það að það var akkúrat ekkert eftirlit haft með þessari framkvæmd og það það fyrst og fremst sem að kosta þessa óbóðslegu framúrkeyrslu sem verður. Ég að tala almennar reglur eftirlit með verkum sem farið í og hefur þær verið til áður en að fara í þetta þá hefðu ekki lent í þessari stöðu. Að ætla að gera þetta þegar hvert og eitt verk tekið fyrir og aðlaga það hverju fyrir sig. Jú, gott og vel, þá var þetta aðlaga að þeim reglum sem til eru fyrir, en nauðsynlegt að þær séu fyrir hendi, þannig að verða aldrei farið út í neitt svona aftur án þess að þær séu til. Og að sjálfsögðu held ég mjög að leggja þetta fyrir og ég búinn að sjá Ásmundur og Bergur, ætla ekki að styðja þetta menn 4 eftir og ég búinn að það gangi samt sem áður eftir. Varðandi að vera fram á óháða rannsókn, þá var ég nú sá kannski fyrsti sem vakti málsvæðis á bæjarráðsfundi í síðasta mánuði að ég ætti jafnvel að fara og rannsaka þetta mál. Og það var ákveðið að fá þessa greinargerð hjá Ásgeiri og að mínum mati hún fullnægjandi.
ég sé ekki alveg hvað við fáum meir út úr því að vera að fá einhverja frekar rannsókn á þessu. Mér finnst þetta alveg liggja fyrir og já, mér finnst bara gott eins og það komið. En já, eins og ég sagði þá bara legg ég þessa tillögu fyrir og við greiðum þá bara atkvæði hana. En mér finnst bara skrítið ef að meiri hlutinn vill ekki hafa reglur þessi mál. Takk fyrir þetta Björn. Bergur, við beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, fyrst af öllu gæti smá misskilnings finnst mér hjá bæjarfulltrúa Birni varðandi eftirlit með verklegum framkvæmdum. Það bara alveg hellings eftirlit með öllum verklegum framkvæmdum. Það eftirlit með öllum framkvæmdum. Við sjáum það í bæjarráði og bæjarstjórn málsins samkvæmt að það koma það er skýrsla sem heitir framkvæmdir. Og það er svona lifandi plagg og þar fer allt inn og þar höfum við nú séð verkfundargerðir fyrir hvern einasta götustubb sem hefur verið endurnýjaður í bænum okkar undanfarin ár og við höfum nú verið dugleg við það. Það voru verkfundargerðir fráveituna, þetta og hitt og bara, þú veist, talað framkvæmdir, fráveitan, hún stóðst áætlun peningalega séð. Sumt af því nú kannski var ekkert sjálfgefið að myndi gerast með við það sem var þar í gangi. Þar hjálpuðu verkfundargerðirnar við það að kippa hlutunum aðeins í rétt lag þegar áttu nú að fara að handmoka með teskeið einhverja 20 metra út af væntum og myndum og hugsanlegum fornleifum. Þannig að það hellings eftirlit með hlutum. Ég veit ekki ég kann enga skýringu á því aðra heldur en þá sem kemur fram í skýrslunni af hverju ekki, af hverju þessi framkvæmd varðandi þennan ljósleiðara, af hverju hún einhvern veginn bara fór í eitthvað kapataherna og gerði bara það sem hún gerði. Ég veit það ekki, ég hef engar aðra skýringar heldur en þessum koma fram í skýrslu bæjarstjóra. Þannig að ég held bara einhvern veginn að þetta búið að vera í ágætis lagi hjá okkur. Þetta var vondmál en ekki samt til þess að við þurfum að kollvarpa því vinnulagi sem við höfum haft í áratugi í sveitarfélaginu sem hefur virkað öllu leiðina með þessu. Varðandi aftur rannsóknar nefnd virðulegs bæjarfulltrúa Jón Geirs Hjörvars Einarssonar. Þú veist það, þú átt að vita, ég veit svo sem ekki hvað þú veist, en þá ætla ég bara að upplýsa þig það. Þú hefur fullan og algjörlega og gjörsamlega mikilvæga lausan aðgang að endurskoðendum sveitarfélagsins. Ef þér þykir vera eitthvað sem ekki þolir dagsljósi eða ef það er eitthvað sem þú heldur að sé ekki eins og þér sagt eða ekki eins og skrifað í skýrslu eða ekki eins og hver veit, þá bara tekur þú símann og þú hringir í endurskoðendur sveitarfélagsins. Ég ætla ekki að segja hver þeir eru, þú hlýtur að vita, en skilur, þú þarft ekki, við þurfum ekki að fara að kaupa einhverja rannsóknarnefnd í það. Eitt í viðbót sem hefur ekki komið fram í þessari umræðu að ég best man, að það er það að stjórnsýslan, hún hafði lagði töluvert á sig til þess að sækja viðbótarframlag í fjarskiptasjóði af minni sykurríki. Og þaðan komu nú bara töluveri fjármuni sem að linuðu þetta áfall allverulega, þannig að framúrkeyrslan sem hefði stemdi í marga 20 milljóna, hún varð ekki nema rétt 20 milljóna. Mökkura pening, hellingspeningur, ég sé mikið eftir honum, ég vildi gjarnan nota hann í eitthvað allt annað, en átakið sé áfallið var linað mjög og það má þakka frekjuskap í bæjarráði og framkvæmd bæjarstjóra við að vera óþreytandi við að sækja þann pening og lobbyast til þess að ná honum. Ég held að ég hafi nú bara sagt allt sem ég ætlaði að segja núna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bergur. Björn, þú beðum orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk. Aðeins að bregðast við Bergi aftur. Ég ætla að vona að það hafi ekki skiljið mig þannig að ég hafi haldið það að allt væri rekið hér eftirlitslaus, allar framkvæmdir bæjarins. Ég er nú búinn að sitja í bæjarráði ansi mörg ár og þeir verkefnir sem eru haldnir eru góðir og ágæti til síns brúks. Og ég er alls ekki að dissa það og þeir eru bara fínir.
ég var að meina þetta við viðbót við það sem gert í dag, þessi tillaga mín sem ég kom með í dag. Takk fyrir þetta, Björn. Jón Geir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjórn. Sko, ég fekk mjög vítal spurningu hvort ég treysti bæjarstjóra. Almennt ger ég það. En ég held að þarna í þessu tilviki þá einhvern veginn fór það fram hjá honum hvað var að gerast. Hann var bara ekki að fylgjast með þessu, en kannski átti hann aldrei að vera að fylgjast með þessu. Spurninga þetta að því miður þá var þetta rangt þarna í skýrslunni, en það nú kannski svona á fyrirgefast að þetta var aldrei boðið út eins og í henni stendur. Hins vegar þá þetta með Mílu. Sko, Míla náttúrulega áætlar einhverja vegalengd, eitthvað undirlag og eitthvað svoleiðis. Og þegar það nú verið að fara í þessi fáu staðföng sem eru, eða heimtaugar í Hvassahrauni, þá náttúrulega var það alveg skelfilegt mál, því það náttúrulega bara verið fleigun á einhverju hrauni þarna alveg á fullu. Og það spurningin var þetta til dæmis af Mílu hálfu, sem náttúrulega ráðgjafi okkar í málinu, og við trúum því eins og nýju neti að þetta sé allt saman gott sem frá þeim kom í þessu, var hún bara hreinlega röng og hver bara ábyrgð á því? Það það sem ég að vekja upp hérna. Nú, síðan við náttúrulega rukum upp til handa og fóta eins og við vitum, þegar við sáum hvað þetta var orðið svakalega dýrt þarna. Það var bara verið að fleyga þetta alveg bara, og það kostaði alveg ofboðslega mikið þarna út í þessi, ég held að séu 4 eða 5 staðföng í Hvassahrauni. Man ekki hvað það eru mörg, ég kann nú ekki þetta alveg utan að, en það voru þarna upp að það voru 35 staðföng ætluð. Þeim var það bættist eitthvað við og einhverju tóku þetta ekki. Kostnaðurinn á þessu, sem ef við deilum því þessu tölu, þá það eitthvað 2,7 milljónir per staðfang. Það ekki dálítið mikið? Það svolítið hærri tölunni, hærri kantinum, og þú náttúrulega sem ert að taka þetta inn hjá þér, þú borgar 250.000 krónur. Það 10%, svona 8-10% kannski í mestalega. Nú, það akkurat þetta sem ég kannski velta henni mér. Hins vegar, þá veit ég það alveg, og hef alveg fylgst með því að bæjarstjóri hefur staðið sér alveg með ólíkindum vel að afla peninga upp í þetta, með því að sækja svona til þess að takmarka skaðan eins og við getum kallað. Og svari mitt með Ásgeir, þetta var eitthvað svona sem að fór fram hjá honum, en almennt séð treysti ég honum bara mjög vel, teka fram. Það allan mín reynsla og gegnum tíðina síðan 2011. Takk. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Björn, ég sé að þú ert með hendina uppi, viltu taka til máls aftur? Nei, ég glemdi nú bara að taka hana niður, en ég get nú kannski aðeins tekið til máls samt sem áður. Geir var nú viðstaddur síðasta bæjarráðsfundi þar sem við ræddum þetta, vorum að ræða þessa skýrslu, þessa greinargerð frá Ásgeiri. Það var einmitt verið að ræða þessar vittlausu uppgefnu lengdartölu frá Mílu, og það kannski helst þangað sem getur reynt að sækja eitthvað, eða þú manst kannski í hvaða farveg máli fór til Ásgeirs eftir þann fund. Já, ertu að spyrja mig, fyrirgefðu Björn? Nei. Hendin ennþá uppi. Herðu, já, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið, þessari fundargerð. Birgir, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir það. Já, ég vil nú bara taka undir að ég nú ekki hrifinn af einhverju kollvörpun í fyrirkomulagi, en augljóslega þurfum við kannski að fylgja, eins og í þessu tilfelli, sjálfsögðu, fylgja betur eftir svona verki, svona stóru verki. Það ákveðin barátta sem fram oft við verktaka og þetta getur verið ansi snúið. Þannig að ég myndi vilja sjá bara okkur svolítið skerpa á hlutunum en halda svolítið áfram í því sem við erum að gera. Og svo finnst mér náttúrulega svona ásakanir, ég vil nú kalla það bara, mjög svona alvarlegar, sko. Annarkvort erum við sáttir við þau vinnubrögð bæjarstjóra sem talað eða ekki. Það ekki hálft í hvoru. Takk fyrir. Takk fyrir það, Birgir. Já, ég ætla að kannski fá aðeins að blanda mér í þetta. Það er vissulega eitthvað sem fór úrskeiðis þarna og
og ég held að það sé eitthvað svona sem við getum lært af og ég er sammála sem Bergur talaði hérna áðan að það eru ákveðnar reglur í öllum útboðum sem er farið í sveitarfélaginu og þar eru eftirlitsaðilar á vegum sveitarfélagsins og það eru haldnir verkfundir og þetta fór ekki formlegt útboð, þetta var samið verktaka sem skilst að eru þarna einhverju 2 eða 3 verktakar á öllu landinu sem taka að sér svona lagningu í svona stærðargráðu og það var bara samið við þann sem var lægstur í þessu eða sem gaf lægstur þessi verð svo komst í þetta verð. Þetta var frestað heilt ár út af háum verðum og svo var þetta bara fór svona sem fór og ég er ekkert endilega, ég er ekki fylgjandi því að bæta við enn einu, ég er ekki á móti reglum en ég held að þetta geti flækt svona hin regluverkin sem við erum með. Ásgeir, þú beðum orðið, gjör svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara leggja örfá orð hérna í belg varðandi þetta mál, enda snýða beint að mér og þeirri skýrslu sem ég skilaði fyrir bæjarráði. Það er auðvitað rétt sem að hér hefur verið rifið upp og mér láðist í minni mínu þegar ég skrifaði skýrsluna að þetta var tvívegis boðið út í Grindavík en ekki í okkur og ég bar það í framhaldinu upp við bæjarráðið og það fékkst samþykkt að fara að tilmælum Mílus og að því sem haldið til haga að semja við þennan verktaka á þessum sömu verðum og þessi verð hafa alveg haldið svo að það sé líka upplýst og þetta eru verð sem að voru í gildi árinu 2018 og hafa ekki hækkað inn á krónutölu síðan þá þannig að kannski þetta var nú framkvæmt við okkur 2019 og 2020. Rétt að nefna það líka bara og ítreka það að sem hér hefur komið fram og ég bara get staðfest það að öll verk sem boðin eru út hjá sveitarfélaginu fara í hefðbundið eftirlitsferli. Þetta verk hafði sérstöðu eins og við höfum margoft rætt. Míla átti aðkoma þessu verki sem eigandi stoppstrengsins og þess vegna urðu þessu svona óljósu skil á milli þessa þríþættu aðildar sem þarna var í þessu verki og það má mikið læra af því en svo að því sé bara öllu haldið til haga að öllum verkum sem við förum í og bjóðum út að þá ráðum við undantekningarlaust eftirlitsaðila sem annast útboðið og eftirfylgnina og heldur verkfundina og skilar verkfundaskýrslum sem allar eru lagðar fram til bæjarráðs. Þannig að ég held að við getum bara ég vil gjarnan halda þessu til haga svo að það sé engin misskilningur og hvað það varðar. En umræðan er öðru liti bara fín. Takk fyrir. Takk fyrir það, Ásgeir. Ekki fleiri sem kveðja sér hljóðs, þá ætla ég að það er væntanlega tillaga, Björn, sem þú ert með þessar reglur verklegar framkvæmdir. Þú vilt leggja það fram og ég ætla þá að leggja til bara þeir sem samþykja svona reglur. Þeir bara rétt upp hend. Eða sem sagt, já Björn, þú vilt taka til máls. Er ekki rétt bara að þú lesir upp tillöguna og svo greiðum hann atkvæði? Já, ég er ekki með tillöguna, þannig Ásgeir, ert þú með tillöguna? Ég get lesið hana líka ef þið viljið. Ég er bara með þetta hérna fyrir fram á stjónum. Ásgeir, þú kannski lest það bara upp tillöguna? Já, þetta er sem sagt fulltrúi D-listans ítrekka bókun sína sem lögða fram í bæjarráði og leggur til hana til samþykktar í bæjarstjórn. Og tillagan er svohljóðandi, fulltrúa D-listans bókar, D-listin leggur til að unnir verði skriflegir verkferlar sem sveitarfélaginu verði skylt að fylgja í öllum þeim verkefnum, / framkvæmdum sem það tekur sér fyrir hendur. Já, þetta er þá tillagan. Þeir sem samþykkja þessa tillögu sem það skeiði merki. Þeir sem eru, það skal skráða að 2 eru með og þeir sem eru á móti og það eru 4 á móti, einhver sem situr hjá, það er þá væntanlega einn sem situr hjá. Nú, þá ætla ég að leggja fundargerðina til samþykktar með áorðnum breytingum þá.
Þeir sem samþykkja fundargerðina, eins og það skefur merki, og hún samþykkt samhljóða. Þá það þriðja mál á dagskrá sem fundargerð bæjarráðs nr. 319. Þetta var vinnufundur hjá bæjarráði, svo sem ekki mikið að ræða, en orðið samt sem áður laust. Enginn sem vil taka til máls undir þessu, þá legg ég þessa fundargerð bara fram til samþykkta, þeir sem samþykkja hana við sem það skefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá, það fundargerð skipulagsnefndar sveitarfélagsins og nr. 19. Áður en ég gef orðið laust, þá eru þarna 4 liðir sem þarfnast sérstakrar samþykktar. Það liður 1, liður 2, liður 3 og liður 9. Það eru þarna bókanir sem ég ætla að fá að lesa upp þá bara á eftir, sem lúta nú eiginlega bara svona að afgreiðslu skipulagsnefndar en fer í það á eftir þeir. En orðið laust við fundargerðina, sem vilja taka til máls. Jón Geir, gjörðu svo vel. Þú ert með slökkt á hljóðnumannum, Jörger. Já, ágæti forseti, bæjarfulltrúar. Ég mér langar aðeins til þess að setja smá orð þarna lið 4.5 sem hefur alltaf verið mitt sérstakt áhugamál eins og þið vitið, sem umferðaröryggisáætlunin. Það kom náttúrulega í ljós þarna þegar þetta var tekið út að það svona ýmislegt að. Og það var þarna ákveðnu blaði sem fylgdi með þessu í skipulagsnefndinni. Þar voru grænir krossar þar sem var búið að klára málin og rauðir krossar þar sem var eftir að gera eitthvað að klára málin. Nú, skipulagsnefndin hún bókaði þetta og ég ætla nú bara að bæta við það aðeins, sko. Og ég veit að þið náttúrulega eruð með þetta í höndunum hvað skipulagsnefndin bókaði. Ég get náttúrulega að lesa það fyrir ykkur eða viljið það. Ágæti forseti, á ég að lesa það? Þú mátt... Já, það ágæti inngangur í þessu. Já, afgreiðsla skipulagsnefndar var þannig að skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn fengna verið nánari útfærslur á umferðaröryggi við Vogagerð og Tjarnargötu. Jafnframt verið hugað af öryggi gangandi vegfarenda á miðbæjarsvæði og á göngulegum barna úr því hverfi til skóla. Gert verið ráð fyrir nauðsynlegum fjármagni á fjárhagsáætlun 2021 til þess að tryggja framkvæmdir verið lokið fyrir skólabyrjun haustið 2021. Skipulagsnefnd beinir hitti bæjarstjórnar samþykkta verið bráðabirgðar ráðstafanir og nauðsynlegt fjármagn til þess að tryggja öryggi gangandi vegfarenda við gatnamót Stapavegar og Skyggnisholt. Ég vil bara svona bæta við svona minni skoðun á þessu og ég segi ég tek og ætla að bóka við þetta. Skipulagsnefndar að tryggt verið öryggi gangandi vegfarenda þeim stöðum sem því ábótavant. Lögðu sérstaka áhersla á öryggi á göngulegum barna öryggi á göngulegum barna á leið í skóla verði hafðar í forgangi. Þannig að ég bara svona til þess að vekja sérstaka athygli á því að þetta eru hlutir sem þurfa að vera í lagi hérna í okkar sveitarfélagi. Takk. Já, takk fyrir það, Jón. Ég veit ekki betur en að bókunin og skipulagsnefnd sé akkúrat þetta. En takk fyrir það samt. Orðið enda laust. Ekki svo takk til máls, þannig að þá ætla ég að lesa hérna bókanir lið 4.1 eða lið 1 í þessari fundargerð. Það lýtur að Grænuborg breytingu á aðalskipulagi og þetta það sem við þurfum að samþykkja sérstaklega lið 1 áður en við samþykkjum fundargerðina í heild. Það til að afgreiðsla bæjarstjórnar verði þá á þessa leið. Bæjarstjórn samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir að tillögurnar verði auglýstar óbreyttar frá kynningu í samræmi við ákvæði 1. málsgreinar 31. greinar og 1. málsgreinar 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Þeir sem samþykkja þetta vinsamlega skefið merki. Þetta samþykkt samhljóða.
Og þá það liður 2 í sömu fundargerð. Það lýtur að miðsvæði og breytingar deiliskipulagi. Þá tillaga að afgreiðslu bæjarstjórnar sem á þessa leið bæjarstjórn samþykkir tillögur skipulagsnefndar og samþykkir breytingu á aðalskipulaginu. Málsmeðferð verði í samræmi við 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 sem óverulega breytingu sé að ræða. Bæjarstjórn samþykkir jafnframt tillögu skipulagsnefndar breytingu á deiluskipulagi svæðisins sem var til umfjöllunar á 16. fundi nefndarinnar þann 18.8.2020. Að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 að undangenginni breytingu á aðalskipulagi. Þeir sem samþykkja þetta vinsamlega skeyði merki. Þetta samþykkt samhljóða. Þriðja málið sem deiluskipulag elsta hluta þéttbýlisins í Vogum. Þá það til að afgreiðslu bæjarstjórnar. Bæjarstjórn samþykkir að leita verði umsagna skipulagslýsinguna og hún kynnt samkvæmt 2. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Þeir sem samþykkja þetta vinsamlega skeyði merki. Og þetta samþykkt samhljóða. Og þá það 9. mál í þessari fundargerð sömu. Það lýtur á vatnsbóli sveitarfélagsins og það tillaga afgreiðslu bæjarstjórnar og hún á þessa leið. Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar og samþykkir að breytar tillögur eftir auglýsingar og kynningartíma. Bæjarstjórn samþykkir jafnframt að málsmeðferð verði í samræmi við 2. málsgrein 32. grein og 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2020. Þeir sem samþykkja þetta vinsamlega skeyði merki og þetta samþykkt samhljóða. Eitthvað sem við taka til máls. Svo ekki. Þá ætla ég að leggja þessa fundargerð fram til samþykktar. Já, Áshildur. Þú taka til máls, gjörðu svo vel. Já, það var bara þannig að það sé alveg ljóst, það var þarna bara mismæli hjá forseta í síðustu lögin frá 2010, ekki 2020. Bara þannig að það fari ekkert á milli mála í að því að fundurinn tekinn upp. Og ég held að öllum hafi það verið ljóst en svona bara til þess að halda forminu réttu. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Þetta eru sem sagt skipulagslaga nr. 123 frá 2020. Það viltu rita hérna hjá mér. Þakka þér kærlega fyrir þetta, Áshildur. Þá legg ég fram til samþykktar þessa fundargerð. Var ég búinn að spyrja ykkur að því? Þeir sem samþykkja hana vinsamlega skeyði merki. Og hún samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá það 5. mál á dagskrá sem fundargerð fræðslunefndar sveitarfélagsins Voga og það fundargerð nr. 92 og orðið laust. Það Jóngeir sem við beðum orðið. Gjörðu svo vel, Jóngeir. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar. Eins og allir vita þá hugnast mér fræðslunefndin svolítið vel svona síðan að ég kom nálægt hennar málum. En það tvennt af nýjunni sem ég rak augun í og það umhyggjan fyrir börnunum. Það rýmingaráætlun. Ég að velta fyrir mig með þessa rýmingaráætlun sem að fræðslunefnd að samþykkja þarna. Það eitthvað sem að við þurfum kannski að samþykkja líka? Og auðvitað þarf hún að vera til staðar ef eitthvað kemur upp á hér. Síðan náttúrulega var spurning áætlunni ég held ég að við ættum að taka undir hrósið til starfsfólksins í skólanum í 5-6 þegar við að tala COVID-ráðstafanir og þær sóttvarnir sem að þær hafa fylgja með að fræðslunefndin hún vildi hrósa þessu og ég bara vill leggja til að ég hrósi þeim líka svona þó að því að ég nú ekki lengur í þessari fræðslunefnd. Takk. Takk fyrir það, Jóngeir. Bergur, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti. Ég reyndi að taka undir með Jóngeiri að það full ástæða til þess að taka undir hrós til starfsfólks Stóru-Vogaskóla og Heilsuleikskólans og reynda bara starfsmannasveitarfélagsins í heild sinni sem hefur staðið sig bara sérdeilis vel. Varðandi hins vegar rýmingaráætlunina, þá eiginlega bara stutt og svarið
Nei, Jóngeir, þú þarft ekki að hafa áhyggjur af þessu rýmingaráætlun, hún unnin af fagmönnum í skólanum. Ég veit, þú varst einu sinni í fræðslunefnd og sem slíkur ertu mikið sérfræðingur rýmingaráætlunir í skólum, en þessu vel fyrir komið hjá stjórnendur skólans og þetta komið inn í starfsáætlunum og starfsáætlunin hefur verið samþykkt, þannig að þú þarft ekki að missa svefni við þessu. Meira var það ekki. Takk fyrir það, Bergur. Jóngeir, hefur þú beðið orðið? Hendin uppi. Já, ég ætlaði bara, ég veit að Bergur Brynjar hefur sérstaklega umhyggju fyrir mér, sem fyrirverandi þegar við vorum saman í þessari nefnd. Og ég náttúrulega eins og allir vita hef svolítið umhyggju fyrir börnum og hef margoft minnst á það. Það gott að þetta sé alveg 100% lagi, en þá kannski spurningum rýmingaráætlun sveitafélagsins. Ég veit náttúrulega ekkert hana, og ég ekkert heldur, Bergur Brynjar, eitt sérfræðingur í rýmingaráætlun barna út úr skólanum, en það þekki húsnæðið ekkert nógu vel til þess. En að þetta sé komið í gott lag, það finnst mér bara mjög gott. Takk. Takk fyrir þetta, Jóngeir. Ásgeir, þú beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Vegna umræðu rýmingaráætlun, þá vil ég upplýsa það að ég sit reglubundið nú einu sinni í viku reyndar á fundi í aðgerðastjórn Almannavarna Suðurnesja utan Grindavíkur og þar hefur meðal annars á nokkrum fundi verið rætt málefni rýmingaráætlunar. Hún reyndar aðgerðastjórnin með Grindavík afsakið. Það Almannavarnanefndin sjálf sem utan Grindavíkur. Rýmingaráætlun tilbúin fyrir Grindavík, það var alltaf brýn þörf þar út á jarðhræringum. En það semst á borði lögreglustjóraembættisins að halda áfram þessari vinnu og útbúa rýmingaráætlunir fyrir hin sveitarfélögin 3 og það í ákveðnu ferli. Á morgun verður sérstakur skilafundur ráðgjafa sem að Almannavarnanefnd réði sér til starfa fyrir nokkru síðan og hefur tekið sama sýslu og það verður gerð grein fyrir því, þannig að það sé upplýst að framundan að vinna fari fram við gerð rýmingaráætlunar sveitarfélagsins jafnt okkar sem Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar. Takk fyrir þetta, Ásgeir. Nú orðið ennþá laust, ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá legg ég þessa fundargerð fram til samþykktar. Þeir sem samþykkja hana vinsamlega skrifa merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það 7. mál á dagskrá sem fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Voga 2021 og 2024 tryggjaráætlun og þetta fyrri umræða. Ég ætla kannski að fá að, ég ætla bara að gefa orðið laust þetta. Með bókun síðan, kannski lok umræðana. En orðið laust, Jóngeir, þú beðið orðið. Ég ætlaði bara að spyrja ágæti forseti, á að fara eitthvað yfir hana hún nú upp á einhverja 31 síðu, sjálf fjárhagsáætlun greinargerðin, verður farið eitthvað yfir hana eða á bara að ræða hana? Nei, það verður ekkert farið yfir hana, þið eru öll með gögnin og auðvitað bara frjálst að ræða það sem í henni Já, þá ætla ég nú eiginlega bara að fá að byrja. Já, gjörðu svo vel. Fyrst að þetta svona. Ég ætla að byrja á fjárhagsáætluninni sem slíkri. Hún náttúrulega, stjóra hér upp á 31 síður. Og ég sé að það hefur verið lögð veruleg vinna í þetta, að gera þetta vanda og við skulum ekki draga neitt úr því. Aftur á móti þá svona, og í henni tiltekið allir skapaði hlutir eins og skatttekjur, hvernig þetta verður allt saman og síðan náttúrulega bara spurning hvernig þetta þróast allt saman. Ég ætla ekki að fara að lesa þessa 31 síðu en það mjög margt í henni sem mjög athyglisvert. Teka fram. Og ég held að við ættum ekki að þreyta neitt með því að vera að lesa í gegnum þetta. Hins vegar, ef við snúum okkur að hinum hlutanum sem heitir, hvað heitir þetta? Samantekt á áætluninni, þá náttúrulega
þá einlega spurning að við höfum kannski oft séð það svartara og þá með á ég við, því miður þá allt of mikið rautt í þessu og rautt náttúrulega eitthvað sem ekki gott því að það náttúrulega það þegar hlutirnir ganga ekki upp. Það náttúrulega ekki við kannski okkur að sakast eða eitthvað annað hvernig þessi hlutir eru. Vegna þess að hér náttúrulega gífurlegt tekjufall sem hefur skeð og mun gerast og ég er ennþá svartsýnn á það að það verði fram eftir næsta ári. Því miður. Það náttúrulega 115 manns sem atvinnulaust í þessu sveitarfélagi. Þar með hafa meðaltekjur þessa hóps lækkað og ég reikna ekki með að meðaltekjur annarra sem kannski með vinnu hafi hækkað það mikið að það haldi þessu uppi. Þannig að útsvarstekjur þessa okkar hér í þessu sveitarfélagi, þau munu dragast saman. Nú síðan náttúrulega þessi ægilega saga jöfnunarsjóðinn. Jöfnunarsjóðurinn náttúrulega ekki góður. Hann líka áfram að draga saman, nema eitthvað gerist. Nú, það mun vera þannig að samkvæmt þessari áætlun, þá er ég með samstæðu yfirlit, það sem að rauntölurnar í fyrra voru mínus í A-hlutanum voru mínus 40 milljónir tæplega, 39 milljónir, sem náttúrulega, það var áfall fyrir okkur, sko það 2019. Útkomuspáin samkvæmt þessu er 139 milljónir 2020 og árið ekki búið, þannig að það áttir að gera þau, klára það, kannski skána þetta, vonum það, en vonirnar eru ekki voðalega miklar. Svo komum við að áætlun 2021, sem verður næsta ár. Þar áætlun í A-hlutanum mínus 107 milljónir, rúmlega. Það vegna þess að hlutir eins og laun, þau standa ekki í stað. Það hækkar, þau hafa hækkað hjá starfsmönnum sveitarfélagsins. Það eins og segi, tekjurnar hafa lækkað og kostnaðurinn hækkað. Og framtíðin því miður ekki góð í þessu sveitarfélagi. Hún bara, þetta lítur ekki vel út í augnablikinu. Þannig að til þess að standa undir þessu og geta bara hreinlega sjó og bara geta borgað út, þó sé ekki annað heldur bara borga launin, þá þarf þó nokkuð mikla lántökur. Og það náttúrulega spurning með þetta ágæta sveitarfélag okkar, það búið að taka lán og nú að fara að bæta við. En nú erum við náttúrulega stödd líka á þessari fyrstu umræðu, þá eitthvað eftir að gerast á þessum tíma sem rúmlega kannski 3 vikur fram að því að önnur umræða verður og einhverjir hlutir eftir að skýrast. Vonandi fáum við eitthvað meira út úr þessum jöfnunarsjóð. Nú, við skulum ekki gleyma einu. Það verið að ræða hér aðeins hækkun á prósentu á fasteignagjöldum. Fasteignagjöldsprósenta var náttúrulega 0,32 og það verið að ræða eitthvað svona smávægilega hækkun til þess að halda í við verðlag. Við skulum vona að við lendum ekki í þeirri stöðu að við lendum undir einhverju eftirliti eins og Reykjanesbær lendi. Munið hvað fasteignaskatturinn var þar? 0,65 og það var líka bætt á útsvarið fyrir þess sem eftir voru. Þannig að staðan því miður og ég segi alltaf því miður, hún bara mjög slæm. En ég bara sendi stutta bókun þetta, þó ég sé að tala þetta og ég stundum verið kallað svartsýnismaðurinn í hópnum. En þeir þurfa að vera líka til og ég það bara á mjög mörgum stöðum að vera þessi svartsýni. Og við skulum hafa það þannig að ég ætla nú að senda inn smá bókun sem nú bara þannig. Að hún segir nú bara ekkert mikið þetta, en hún bara lýsir kannski hug mínum. Og þá segi ég, það kom í ljós við undirbúning fjárhagsáætlana 21-24 að sveitarfélagi mun eiga í miklum erfiðleikum til að standa undir lögbundnum verkefnum sínum á næstu árum. Tekjur draga saman og kostnaður eykst. Sveitarfélagið mun verða ógjaldfært ef tekjur aukast ekki verður á næstu árum
en það mikil óvissa. Það lítur því illa út með rekstur sveitarfélags 2021 og við þurfum öll að taka höndum saman ef ekki á illa að fara. En ég tel að við vinnuna hafi hingað til verið reynt að verja verkefni tengd börnum á þess að taka tillit til tekjur og eignarlítna einstaklinga. Ég held að við höfum rætt þetta í þessum undirbúningi að reyna að verja þá sem að minna mega sín og ég held að við séum öll hérna í þessari bæjarstjórn, við höfum verið sammála þetta. En málið það, við erum hérna með lögbundin verkefni sem að halda út í skóla, leikskóla og eins og fleira og það bara mjög erfitt að skera niður einhver, ef við ætlum að segja, við ætlum að skera niður kostnað, það bara mjög, mjög erfitt og við mögum ekki gleyma því að laun hérna þessara einstaklinga sem starfa hérna hjá þessu sveitarfélagi eru sko 60 og, hvað þetta, 60 og rúmlega 60% af þeim kostnaði sem hérna hjá sveitarfélaginu. Það 60%. Hins vegar, þá hef ég minnst á eina hugmynd sem að kannski snerti nú næsta ár. Ég ræddi það hérna á síðasta bæjarráðsfundi hvort að yrði kannski reynt að nýta sér það að finna hérna verkefni með styrk frá Vinnumálastofnun til þess að fá hérna atvinnulausa einstaklinga, borga þeim náttúrulega bara eftir kjarasamningum, fá þá í virkni og fá stóran hluta, megin hluta launa þeirra tilbaka. Það má finna ýmis verkefni sem ætti leysa hérna, sem þarf að leysa hérna. Ég ætla ekki að finna þau neitt fyrir, ég bara veit ekki alveg hvað þau eru, en þau eru samt til. Það vill hann til allan að Reykjanesbær, hann búinn að bæta við sig allmiklu fólki. Það var skrifað undir hérna viljayfirlýsingu sveitarfélaga og samband sveitarfélaga daginn þetta mál. Ég held að mér skildist að það yrði engu við bætt hér. En ég beini því raunverulega inn í þennan hóp, hvort það var ekki rétt að skoða þennan þátt, koma einhverjum atvinnulausum einstaklingum í virkni, að gera eitthvað hérna, sem þarf að gera og einnig kostnaður sveitarfélagsins ekki mikill við þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Ásgeir, þú hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Bara nokkur orð þau gögn sem hér eru lögð fram með áætlun sem fer núna til fyrri umræðu og síðari umræða þá á næsta fundi bæjarstjórnar. Fyrst bara varðandi greinagerðina þó að hún sé upp á 32 síður. Þá held ég nú bara efnisyfirliti séu 3 síður sko, þannig að þetta fyrst og fremst og það kemur fram í inngangnum ef ég man rétt að þetta sé hugsað sem uppflettirit. Þannig að það ekkert endilega ástæða til að þau lesa þetta, það kannski, ég bendi bara á innganginn og samantektina og svona meginatriðin, það kannski på einhver 1 eða 2 síður. Það sem að ég hef svona sett í orð, það þau atriði sem að mér finnst skipta máli og mér finnst vert að leggja áherslu á. Ég vil bara halda því til haga að það geisa hamfarir í samfélaginu og allt það sem að við erum fyrst og fremst að kljást við núna í rekstrinum eru vegna utanaðkomandi áhrifa. Rekstur sveitarfélagsins á gjaldahliðinni hefur alla jafna gengið í gegnum undanfarin ár bara nokkuð vel, hann hefur verið nokkuð stöðugur og við höfum haft ágætis taumhald alla jafna á útgjöldunum með einstökum undantekningum eins og gengur. Rétt það sem fram hefur komið að við sinnum að miklu leyti til lögbundnu hlutverki og það auðvitað skylda fjárveitingavalsins að gera sveitarfélaginu kleift að rækja þær skyldu sína samkvæmt lögum með því að koma þá til aðstoðar ef að stopur undir þegar að tekjustofnarnir sem slíkir bregðast eins og gerist nú og ég nefni þetta nú vegna þess að það jú búið að gera
sérstakt samkomulag milli ríkisvaldsins og sambands sveitarfélaga fyrir hönd sveitarfélagana björgunar eða aðgerðir til aðstoðar sveitarstjórnarstiginu var undirritað fyrir nokkrum vikum síðan og ef ég man rétt voru þetta aðgerðir sem að spýta inn einhverjum 3,5 milljarði inn í sveitarstjórnarstigið og ég vil bara að það komi skýrt fram hér að þær ráðstafanir eru algjörlega óútfærðar ennþá, þannig að áætlun okkar gerir ekki ráð fyrir neinum tekjum af neinu tagi eða stuðningi frá ríkisvaldinu vegna þess að við höfum einfaldlega ekki þær forsendur til áætlaðar. Og þetta var nú hefur verið farið vel í gegnum á vettvangi bæjarráðs og ég held að bæjarráðsmönnum allavega ætti að vera vel kunnugt þetta. Þannig að það má segja að þessi áætlun, einkum tekjuhliðin, eins svartsýn og hún getur frekast orðið. Ég held að það sé nokkuð ljóst að við förum ekki neðar í tekjum og jafnvel þótt að hér hafi verið nefndar áhyggjur af því að útsvarstekjur eigi eftir að dragast meira saman heldur en áætlunin gerir ráð fyrir. Þá má nú benda á það að það komið á sjóndeildarhringinn viðsnúningur við faraldrinum, bóluefnið í augsýn og þá taka hjólin að snúast að nýju og vonandi verður það fljótt að hjarna við ástandið. Ég vil líka nefna í þessu sambandi að því að hér hafa verið látin þau orð falla að sveitarsjóður verði vart gjaldfær eða starfshæfur. Það eru nú ekki nema einhver 6-8 ár síðan að við losuðum okkur við skuldbindingar úr efnahagsreikningnum sem veru á 2 milljarð króna þegar við leystum til okkar fasteignir sveitarfélagsins sem hafðu verið í leigu eða í eigu eignarhaldsfélagsins fasteignar og leigt til sveitarfélagsins og skuldbindingar samkvæmt þeim leigusamningum voru allar færðar sem skuldir í efnahagsreikningnum. Þannig að við erum að horfa á það núna hér til að leysa fjárþörf fyrir næsta ár fyrir utan þær framkvæmdir sem að eru algjörlega að standa undir lánum, veitu framkvæmdir einkum. Þá erum við að horfa kannski einhverja 200 til 250 milljónir sem við þyrftum að taka okkur að láni til að fleyta okkur yfir árið, eða fleyta okkur í gegnum árið. Og þá minni ég bara aftur á það að úrræði ríkisstjórnarinnar eru ennþá ekki komið til framkvæmda og segjum sem svo bara að við fengjum til dæmis 250 milljónir til að segja einhverja tölu, þá þessi lánsfjárþörf komin niður fyrir utan það að tekjuáætlunin gæti farið að hjarna við. Þetta eru svona mín helstu innlegg inn í þessu umræðu þessu stigi. Ég bara legg áherslu á það að, og eins og margoft hefur verið rætt á vettvangi bæjarráðs, að það ennþá mikil óvissa í þessu. Ég hef sjálfur verið í samskiptum við starfsmenn meðal annars Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, þar sem ég hef farið yfir sérstaklega hvernig ástandið hjá okkur er. Við höfum komið einstaklega illa út úr framlögum Jöfnunarsjóðs fyrir þetta ár, þó svo að það hafi komið leiðrétting í síðustu viku, meðal annars til okkar eins og allra annars sveitarfélaga vegna bættrar afkomu Jöfnunarsjóðs og lán þeirra úr fasteignasjóði. En áfram mun ég mun halda áfram að vekja athygli ráðuneytisins og bæði þá starfsmanna Jöfnunarsjóðsins og líka eftirlitsnefndarinnar eftir því hvernig það verkast og þróast. Það hvíla jú ákveðnar lagaskyldur á sveitarfélögum að tilkynna bága stöðu og við þurfum að vanda okkur í því til þess að rétt sé að því staðið. Að þá mun ég áfram þrýsta á við ráðuneytið það að við fáum raunhæfa úrlausn á okkar sértæka vanda og ég vil bara að lokum nefna það þegar ég að tala Jöfnunarsjóðinn og hversu mikið hann hefur haft áhrif á okkar tekjufall í ár að það hefur verið í fréttum nýlega að útsvarstekjur hafi víða verið bara yfir áætlun. Það hins vegar ekki tilfellið hjá okkur. Við erum með tekjufalla sem hafa verið árið eftir fyrstu 10 mánuðina, einhverja 30-35 milljónir miðað við áætlun, það að segja lægri útsvarstekjur heldur en í fyrra. Þannig að það líka ástæða fyrir því
að banka ekstra fast á dyrnar hjá fjárveitingavaldinu eða sveitarstjórnarráðuneytinu það að við erum í afar sérstakri stöðu. Þannig að ég vil biðja menn að sökkva sér ekki alfarið ofan í svartsýnina og reyna að horfa frekar til þess að þetta svona worst case scenario áætlun sem hér er með bara svona rauntölum miðað við þær upplýsingar sem við höfum, en það von á að það geti ræst úr þegar að útfærslan kemur á þeim aðgerðum sem að ríkisstjórnin hefur samþykkt að ráðast í. Takk fyrir þetta, Ásgeir. Björn, þú beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, takk. Já, ég þakka Ásgeiri góða yfirferð á fjárhagsáætluninni. Þetta leggur þetta upp eins og við höfum rætt í bæjarráði. Við erum náttúrulega óvenju seint á ferðinni með þessa fyrri umræðu þetta árið og það vita náttúrulega allir hvers vegna það er. Og við höfum fengið þennan frest sem boðið var upp á að skila á okkur fjárhagsáætlun fyrir 2020. Tekjur sveitarfélags hafa vissulega lækkað aðeins en mér finnst það nú samt sem áður bara ótrúlega lítið svona í miðað við hvað svartsýnustu menn spáðu allavega hér á vormánuðum. Það ekki það til sín sem það eiga. En það aftur á móti útgjöldin sem hafa aukist náttúrulega verulega og ber þá að nefna kannski helst félagsþjónustuna. Þar sem var 20 milljóna skellur sem kom á okkur sem við áttum kannski ekki von á eða vorum búin að búa okkur undir. En að öðru leyti þá, eins og Ásgeir kom svo vel inn á hérna áðan, þá á margt eftir að koma fram enn þá og þetta lagt fram til fyrri umræðu eigum eftir að fá einmitt þessa tölur frá ríkisvaldinu og ég alveg bjartsýnn á að þetta sveitarfélagi eftir að fá eitthvað til sín og bara mjög flott hvernig Ásgeir að vinna í þeim málum. Annars vinnan bara ennþá í fullum gangi og þetta eins og fram hefur komið svartsýnasta spá sem að hægt að setja fram og það bara ágætt. Og það verður mikið betur þetta glöggva á þetta kemur til síðar umræðu og við höfum eftir að hittast og vinna þessu áfram þangað til. Og já, ég læt þetta duga bara að sinni. Takk. Takk fyrir það, Björn. Bergur, svo vel. Já, takk fyrir það, virðulegi forseti. Ég ætla nú kannski að fá að taka þetta í öfugri röð. Byrjum því að þakka Birni fyrir hans ábendingu kannski það sem nú að leika okkur hvað harðast eða svona, já. Og það félagsþjónustan sem bara vex dálítið og vex og kannski ekki skrítið að hún skuli gera það á þessum síðustu verstu tímum sem eru náttúrulega, eins og maðurinn sagði, fordæmalausir en það er samt alveg erfitt sko að vera í þeirri stöðu sem sveitarfélag að eiginlega ráða ekki útgjöldunum, heldur þurfa að bregðast við, en það bara okkar skylda að hjálpa þeim sem að hjálpar eru þurfi og þannig nú bara það einhvern veginn. Nú, takk Ásgeir bæjarstjóri fyrir þín orð, það eins og segir, það aldeilis ekki á vísun að róa með framlög ríkisins og þess vegna náttúrulega ekkert verið að gera ráð fyrir neinu. Það verður bara kannski einhvers konar björgunarhringur þegar það kemur. Nú, svo verður ég náttúrulega að bregðast við algjörlega ótrúlegum ummælum frá bæjarfulltrúa Jóngeiri Hjörvari Hlynarsyni. Ég verð bara að segja það alveg eins og mér finnst það bara stór ábyrgðarhluti það á þessum vettvangi að það sé bara raunveruleg hætta á því að bæjarsjóður sé að verða ógjaldfær. Hvað þvæla þetta? Það er kannski ekki von á góðu þegar að bæjarfulltrúar virðist ekki einu sinni hafa almennilegan skilning á því hver eru lögboðin hlutverk sveitarfélagsins. Leikskóli? Nei, það má vera þessi eitthvað samfélagslegu sáttmáli það að sveitarfélög ekki leikskóla, það ekki lögboðið hlutverk Jóngeir og þetta áttu náttúrulega að vita. Fasteignaskatturinn, já, þú átt líka að vita þetta. Ég veit ekki alveg hvað þú ert búin að vera að dunda þér, telja atvinnuleysi í vogunum sjálfsagt. En við erum ekki einu svona að láta hann ná verðlagi, við erum bara að láta hann halda krónutölu. Við erum að hækka fasteignagjaldaprósentuna ykkur 4% meðan að rýrnun á gjaldstofninum eru 5,3%. Aftur, þetta veistu. Veit ekki fyrir hvernig þú ert að
predika þetta svartnætti, ég veit ekki til hvers þú ert að predika það, en á dauða mínum átti ég von á frekar heldur en að þurfa að fara að ræða með þessum hætti fyrri umræðu fjárhagsáætlunar, þegar við í það minnsta þau sem sitja í bæjarráði eiga að vita nákvæmlega hvað máli snýst og hvernig við erum að leggja þetta fram og af hverju við erum að gera það. Veit ekki með þig og þitt bakland en við og okkar bakland, við vitum nákvæmlega hvað er í gangi og eins og ég segi, ég bara á eiginlega ekki orð og þannig að þau verða bara ekki fleiri að sinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bergur. Jón-Geir, þú beðum orðið. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, takk fyrir. Ég held ég verið aðeins að bregðast við þessu. Málið er það að ég sagði aldrei að það stæði til þess að hækka fasteignagjöld. Ég sagði að það gæti orðið. Ég sagði að þetta myndi fylgja verðlagi og það er alveg hægt að sjá það. Ég er ekkert að tala að, og það er akkúrat það sem að ágætu bæjarráðsmaður Bergur Brynjar er að segja og að sagði áðan. Þetta verður spilað af þannig að þetta komi út í þeirri stöðu sem er verið að skoða þetta núna í sömu krónutölu cirka. Það fylgir verðlagsbreytingum, bara púm, slétt. Það er það sem að vera að ræðum. Það var ekki verið að ræðum. Ég var hins vegar að tala það sem að gæti gerst ef við lendum í vondum málum. Þá náttúrulega, kannski heldur ekkert með þess reyna stjórn á þessu. Ég vissi svo sem alveg að leikskóli í sjálfu sér er ekki lögbundis, en ætlar þá ágætu bæjarfulltrúi Bergur Brynjar að leggja af leikskólan á vegum sveitafélagsins, ætlar að láta einhvern annan en það. Ég rekna ekki með því. Ég rekna með að við sem ánægð með þennan leikskóla, hann sé til hagsbóta fyrir okkur hér í sveitafélaginu og við munum ekkert fara að leggja hann af. Nú, hann kannski tala eitthvað meira sem er ekki lögbundið, það er ýmislegt sem er ekki lögbundið hérna í sveitafélaginu, við vitum það. En við erum samt að styrkja það og samt að setja peningi í það svona til þess að halda uppi ánægju hjá bæjarbúum og slíku, þó það sé ekki lögbundið. Hins vegar er náttúrulega lögbundið að reka skóla og annað þess að það. En, eins og ég segi, ég er bara ennþá svolítið svartsýnn, en ég má bara alveg vera það út af fyrir mig. Og en auðvitað eins og ég sagði líka, og ég held að þið verðum bara að meta mér það líka til góðs. Ég sagði að við yrðum að taka höndum saman til þess að komast út úr þessu. Og það er ekki þannig að, þú veist, að þó að ég hafi ákveðna svartsýnis sýn svona upp á framtíðina, þá er ekki það að auðvitað berjast við og reynum að koma þessu á réttan kjöl. Það er ekki spurning það. Þannig að því sé að haldi til haga. Kærar þakkir. Takk fyrir það, Jón-Geir. Ég sé að þú ert með hendina, Björn, það er ekki bara síðan áðan. Allt í lagi. Morðið er ennþá laust þetta, svo sem og fara yfir þetta þokkalega. Enginn sem taka til máls meira, þá ætla ég að fá að leggja fram, að fá að lesa fyrir ykkur svona bókum sameiginlega vonandi bæjarstjórnar. Leggja hana ykkur til samþykktar. Við þurfum líka sérstaklega álagningarprósentu útsvars árið 2021 á þessum fundi og legg það fram til samþykktar hér á eftir. En fyrst ætla ég að lesa bókum. Fjárhagsáætlun 2021-2024 er lögð fram til fyrri umræðu. Tillagan gerir ráð fyrir að heildartekjur samstæðunnar verði 1.355 milljónir króna á árinu 2021. Áætlaður rekstrarkostnaður er hins vegar 1.528 milljónir króna. Áætlaður rekstrarhalli er því 173 milljónir króna. Fjárfestingarþörf ársins 2021 er 350 milljónir króna. Þar af eru fjárfestingar vegna veitumannvirkja áætlaðar 260 milljónir og gert er ráð fyrir lántöku vegna þeirra framkvæmda. Óleyst fjárþörf vegna annarra framkvæmda og hallareksturs er 209 milljónir sem gera má ráð fyrir að verði í fjármagni með lántöku. Tillagan er háð óvissu sem enn ríkir í samfélaginu, einkum vegna áhrifa kórónuveiru faraldursins sem geisað hefur frá fyrri hluta ársins. Rekstur sveitarfélagsins hefur ekki farið varhluta af afleiðingum faraldursins og ljóst aðstæður einkum hér á Suðurnesjum eru erfiðar, meðal annars vegna mikils atvinnuleysis.
Bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga lýsir þungum áhyggjum af stöðunni og hvetur ríkisvaldið til þess að beina aðstoð sinni að þeim sveitarfélögum sem eiga í sem mestum vanda þar sem staðan er hvað erfiðust. Þeir sem samþykkja þetta er svona almenn bókun, þeir samþykkja þessa bókun, vissulega skefið merki bara, og hún er samþykkt samhljóða. Það sem að ég ætla það sem er í þessu auk tillögunnar jafnframt lögð fram frumdrög að 3 ára áætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2022 til 2024. Það sem að er næst ég þarf að leita samþykkis það er að bæjarstjórn samþykkir að álagningarprósenta útsvars árið 2021 skuli vera 14,52% eins og áður. Er það samþykkt? Það er samþykkt. Sigurpáll, ert þú ekki samþykkur því? Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Einhver sem vil taka til máls undir þessu? Já, ég er ekki með neina hendi uppi, þannig að... Já, þið eru ósammála þessu? Við höfum hugsað okkur að sitja hjá. Að Björn og Sigurpáll sitji hjá við þessa atkvæðagreiðslu. Er það rétt skilið hjá mér? Já. Já, það er þá samþykkt með 5 atkvæðum og 2 sitja hjá. Og ná er því ritari. Þetta var álagningarprósentan sem var 14,52%. Nú þá ætla ég að leggja til að bæjarstjórn samþykkir að vísa tillögunni til síðari umræðu í bæjarstjórn sem að öllu óbreyttu fer fram miðvikudaginn 16. desember 2020. Er það samþykkt? Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá segi ég þessum fundi slitið við undirskrift. Við ætlum að stoppa þá upptöku á fundinum núna og við bæjarfulltrúa að hingra aðeins á fundinum þangað til að við skrifum undir. Þannig að þá mun vera slökkt